Tíkin Tóa og greilitli krúsi eftir Guðrúnu Kristínu Magnúsdóttur. Tíkin Tóa og greilitli krúsi, saga hundauppeldi. Athugið, regin munur á hundauppeldi og barnauppeldi. Hundar þurfa að læra goggunarröðina og það veitir þeim öryggi að vita hvað mega og hvað ekki við hæfi. Þar nægir já eða nei, má ekki. Ég, lærir hundurinn, græði alltaf á að gera rétt, tapa alltaf á að gera rangt. Og ég, lærir hundurinn, veit hvað rétt og hvað rangt. En börn þurfa að hafa sjálfstæðan heilbrigðan vilja og læra ábyrgð. Í því samhengi ekki til nein af því bara regla. Ekki svar við spurningunni hvers vegna má ekki að segja af því að ég segi það. Slíkt dugar á hund af því hann getur ekki bætt rökhugsun. En það ómögulegt svar þegar hugsandi barn spyr. Barnið þarf rök, heilbrigð rök. Tíkin Tóa og greilitli krúsi. Gamla rauða húsið fyrir samkvæmt skipulaginu. Þetta veit Vigfús gamli sem býr þar einn og þetta vita krakkarnir sem búa í 9 raðhúsunum í kring. Krökkunum þykir karlinn skrítinn, sumir jafnvel hálfhræddir við hann. Vigfús smíðar úr járni, glóandi járni út í smiðjunni sinni. Hann hlýtur að vera ofsalega sterkur. Vigfús smíðar furðulegustu hluti, en Vigfús nýbúinn að fá sér hvolp, tík sem hann kallar Tóu. Hann vill frekar tík en hund því þær heimakærari, fara ekki á flakk og lóðari langar leiðir eins og hundar vilja gjarnan gera. Vigfús byrjar fljótt að aga Tóu. Þegar hún í rólegu skapi kennir henni að gegna kondu og sestu. Hún fær harðfiskuroð að launum í hvert skipti sem hún gerir rétt, en Vigfús verður hastur við hana ef hún gegnir ekki. Tóa græðir alltaf á að gegna, en lærir fljótt að ekki borga sig að óhlýðnast. Þegar Tóa í leikskapi kennir Vigfús henni að sækja hluti. Hann notar þá leikgleði hvolpsins. Vandinn að gera greinamun á hvolpakátínu og óhlýðni. Það má alls ekki skemma gleðina, en strax kom í veg fyrir að hundurinn sé að leika sér að húsbóndanum. Auðvitað fara krakkar að atast í Tóu. Krakkar hafa svo gaman að dýrum. Þau reyna að lokka hana til sín með nammi og gömlu tyggjói. Hún fer að gelta og ólmast. Þá kemur Vigfús út og öskrar. Tóa, nei, þegiðu, Tóa. Hún hlýðir Vigfúsi. Sjáuðu hvað kallinn vondur, segja krakkarnir. Hann ætlar að lemja litla hundi sinn. Hundurinn hræddur við hann. Innskot til skýringar. Þessum krökkum hefur ekki verið kennt að maður á ekki að atast í annar manna dýrum. Börnin vita ekki að þau að gera dýrinu mikinn óleik með því að atast í því. Þau rugla Tóu. Hún aðeins hvolpur enn og auðvelt að vekja athygli hennar með blístri og látum og nammi, en Vigfús lætur Tóu skilja að hún á ekki að láta þau æsa sig upp. Tóa lærir að láta ekki krakka atast í sér. Betra hefði verið að krakkarnir vissu að maður á að láta annarra manna dýr í friði, því dýrin að læra hjá sínum húsbónda og maður á ekki að trufla það. Því einfaldara og klárara sem uppeldið skýrara og sjálfu sér samkvæmara, án truflana og án ruglings, þeim mun auðveldara fyrir dýrið að skilja hvers til ætlast af því. Nú fara Sigga og Gunni að surga í pappa sínum og mömmu að fá hund. Þau ætla að vera góð við hann og ekki hóta lemjan eins og vondi kallinn í Rauða húsinu gerir. Og að því kemur að þau fá pakka, kassa með rauðri slaufu utanum. Úr kassanum staulast dasaður, ráðvilltur, pínulítill hvolpur sem pappa þeirra hefur keypt. Þau kippa honum upp. Honum bregður hræðilega því þau koma aftan að honum. Hann klemmir skottið milli fótana. Þau vita ekki það má aldrei hremma hund svona. Þau rífast að fá að hafa hann fyrst. Mamma bannar þeim að rífast svona. Greit dýri verður hrætt. Sigga vill að hann heiti Krúsi Dúlli, en Gunna finnst það ljótt. Eftir nokkurt þóf sættast þau á nafnið Krúsi.
Sigga ætla nú samt að kalla hann Krúsi. Auðvitað gengur allt út á Krúsa fyrstu dagana. En því miður veit fólkið ekkert uppeldi á hundum. Það sorgarsaga. Þau ætluðu nú ekki að venja Krúsa á að sníkja mat þegar fólkið að borða, en hann horfi svo biðjandi að honum stundum gefin biti, svona aðeins pínulítið. Mamma segir nei, en samt fær hann bita. Krökkunum þykir svo gaman að gefa honum bita þegar hann hoppar upp á þau við mataborðið. Það verst að Ollu frænku bregður svo þegar Krúsi hoppar upp á hana við kaffiborðið að hún skvettir úr kaffibollanum sínum. Það búið að venja Krúsa á slæman ósið og Krúsi venst á að gelta því hann fær alltaf óverðskuldaða athygli ef hann lætur illa. Það skynsamlegt? Krúsi alltaf að stela sokkum. Þessi stríðni mjög skemmtilegu leikur í hans augum því hann græðir alltaf einhvern í eltingaleik út úr þessu með vindhöggum og bakslagangi. Krúsi að leika sér að fólkinu og fólkið öskarar eitthvað skamm, skamm. Mamma vill nú að Krúsi sé látin gegna þessu skamm og hún vill að Krúsi hætti að taka alla sokka. En krakkarnir segja svo oft skamm án þess að meina nokkuð með því og láta Krúsa ekki gegna sér. Þau segja svo bara, ég leyfði honum það alveg. Krúsi tapar aldrei á því að óhlýðnast. Hann getur vel lært en hann á heimska eigendur sem kunna ekki að kenna honum, kunna ekki að ala upp hund. Hann ætti að fá það sem hann má leika sér að, en ekki ná sokk. Þegar Gunni og Sigga í skólanum og pabbi og mamma í vinnunni Krúsi greið einn heima. Honum leiðist, hundur hópdýr. Þá nagar hann inniskólans pappa og líka byrjaður á einu horninu á stofuteppinu og einum fætinum á stórastólnum. Mamma segir skamm og dæsir. Hverju vill hann frekar inniskó en gervibeinið sem ég keypti? Þetta eldist vonandi af honum. Krúsi gjarn á að hoppa upp á fólk og gelta. Olla frænka svo agalega hrædd. Það þykir Krúsa gaman því hún baðar út öllum öngum og allir fara að skipta sér af honum. Þeim kennt mjög einfalt ráð til að venja hundin af þessu. Stíga alltaf ofan á tærnar á afturfótunum á honum þegar hann hoppar upp á einhvern. En þau tíma ekki að meiða hann. Illa gengur að kenna Krúsa að gegna orðinu kondu því það alltaf kalla kondu þegar hann hleypur burt. Það á hals ekki að kalla kondu þegar hvolpur hleypur burt. Fyrst þarf að kenna hundi kondu, ekki með því að kalla kondu þegar hann að hlaupa burt, heldur í ró og næði heima, til dæmis þegar hann á að fá að éta. Krúsi hefur ekki hugmynd hvað orðið kondu þýðir. Hvernig á lítill hundur að vita það? Honum hefur ekki verið kennta og stundum nafnið hans notað sem skammaryrði. Krúsi sem Krúsi minn og Krúsi sem Krúsi þó. Þetta stundum og stundum ekki ruglar hann. Sigga og Gunni hafa gaman af að sýna sig úti með Krúsa, svona fyrst í stað. Það að vísu vafamál hvort Sigga fer með Krúsa í gönguferð eða Krúsi með Siggu, því Krúsi ræður hvert farið og Sigga eldir hann. Krúsi alveg ruglaður þegar margir krakkar að atast í honum í einu og Sigga og Gunni kalla líka Krúsi, Krúsi, komdu til mín. En Krúsi finnur fljótt út að hann þarf ekki að gegna nema þegar honum passar. Og raunar veit hann ekkert hvað þessi orð þýða. Fólki kallar og talar hvort svo mikið að ekki veit hann hvort verið að tala við hann eða ekki. Allir krakka fá að skoða Krúsa og leika sér að honum. Krúsi bara leikfang fyrir alla. Þau kalla Krúsi, Krúsi, Krúsi úr öllum áttum og hlæja og atast. Krakkarnir hafa gaman af að æsa hann upp og þau hlæja þegar hann bítur í vettlinga og trefla. Það á eftir að verða afdrifaríkt að leyfa honum að leika sér að vettlingum. En tíkin Tóa jafnan í garðinu við Rauðahúsið. Tóa stakkar ört og orðin ákaflega falleg. Vigfús búin að kenna henni margt og hún hlýður honum skilyrðislaust. Hún veit að nei þýðir raunverulega nei, því Vigfús alltaf sjálfum sér samkvæmur við uppeldið á hundinu sínum. Tóa örugg. Hún veit nákvæmlega hvað hún á ekki að gera og hvað hún má gera. Tóa græðir alltaf á að gegna, fær klapp og rós þegar hún gerir það sem Vigfús segir henni. Hér kemur enn innskot í söguna hundauppeldi sem nauðsyn fyrir okkar að athuga og skilja. Hundi líður vel þegar hann veit hvað hann á að gera. Hundi þykir gott að eiga öruggan húsbónda sem sjálfum sér samkvæmur. Hundar fara eins langt og þeir komast því þeir eru hjarðdýr sem nota goggunarröðina til þess að verða foringi í úlfahjörðinni.
Hundurinn fikrar sig upp valdastigan. Börnin honum auðveld. Það vist öryggi fyrir hundin að hafa sitt pláss, ef svo má orði komast, í goggunarröðinni. Allir úlfarnir hlýða úlfaforingjanum. Það hægt að læra að sjá hvað hundur að hugsa. Svipur og atferli eru táknmál auðlært hverju manni. En alls ekki ætti að ala börn upp með hundauppeldi. Barn á ekki að hlýða skilyrðislaust, ekki að græða á að hlýða blind, ekki að tapa á að óhlýnast. Heldur barn sjálfstæður einstaklingur sem verður að læra að vera sinn eigin húsbóndi. Barn sem alið upp eins og hundur gæti leita sér að nýjum húsbónda síðar meir. Eða farið að reyna að stjórna öðrum síðar í lífinu. Goggunarröð á ekki heima meðal manna. Barn þarf að skilja hvaða afleiðingar gjörðir manns hafa, en frjálsan vilja og valkosti þarf barn að hafa. Við skulum gera skýran greinamun á því að ala upp hund, heimilishund eða fjárhund til dæmis, og því að ala upp manneskju sem þarf að vara sig á að verða ekki hundur neins, vara sig á að velja sér ekki foringja til að hlýða, vara sig á að reyna aldrei að pota sér fram fyrir aðra með því að láta aðra hlýða sér, gera aðra sér undirgefna, hóta, launa, kúa, plata. Vara sig á að verða ekki húsbóndi yfir öðrum mönnum eða börnum. Aðeins að vera sinn eigin húsbóndi. Athugið gaumgæfilega þetta innskot hér og gerið ætíð skýran greinamun á hundauppeldi annars vegar og hins vegar uppeldi á barni. Þetta eru óskyldir hlutir. Hlýðnikrafan á ekki við barnauppeldi. Aðeins frjáls vilji, rökrétt samhengi og útskýringar á ábyrgð hvers einstaklings. Krakkar reyna ofta að kalla í tóu, en þá heyrir Vigfús alltaf til þeirra og segir ákveðið, nei, tóa. Þá læst tóa hvorki sjá krakkana né heyra. Aldrei vill hann leyfa þeim að fara með tóu í göngutúr. Við megum ekki einu sinni vera góð við hana, segja þau. Þeim finnst karlinn vera vondur. Brúnu augun hennar tóu fylgjastu vökul með öllu sem framfer. Þegar einhver ókunnugur kemur að húsinu, krafsar tóa í smiðjuhurðina hjá Vigfúsi og Vigfús launar henni með hrósyrðum. Það ber öllum saman að tóa sér til sóma. Öðru máli gegnir með greilitla Krúsa. Hann algjörlega óagaður og þar af leiðandi óörgur. Krúsi kom einu sinni beint utan á garði og hoppaði upp í sófa. Moldin á litlu fótunum hans klestist í allt áklæðið. Þá var Krúsi skammaður, en hann vissi ekkert hvers vegna. Stundum má hann fara upp í sófa, en stundum ekki. Hvernig á lítill hundur að skilja það? Krúsi fer út í garð nágrannans og rótar upp öllum nýju fínu blómunum hans. Nágranninn kvartar, hann öskureiður. Annar nágranni segir að hundurinn sé geltandi á nóttinni og segir skuli hringja á lögregluna. Pósturinn klagar Krúsa og segir að hundkvikindið, eins og hann orðar það, hafi glefsað í fótinn á sér. Krúsi nefnilega svo óttalega leiðilegur við ókunnuga og geltir allt of mikið að fólki. Í hans huga þetta leikur og það að verja húsið. Nú reynt að halda Krúsa inni, en hann pissar þá í forstofuteppið við útihurðina því hann kemst ekki út. Í teppið komin stór blettur sem ekki næst úr. Pabbi verður að kaupa nýtt teppi í forstofuna. Bólið hans Krúsa stundum notað sem skammakrókur. Þess vegna líður Krúsa ekki vel þegar hann látin í bæli sitt. Hann veit ekki hvort hann hefur gert eitthvað af sér. Nú ætla þau að reyna að hafa Krúsa tjóðraðan í garðinum. Hann ýlfrar ámátlega þegar hann fær ekki lengur að hlaupa að vild eins og hann var vanur. Þetta reynt í nokkra daga en svo gefast upp á því. Verst að Sigga og Gunni nenna nú orðið aldrei út að ganga með Krúsa. Bara fólki hefði haft skynsemi til að gefa börnunum kettlinga en ekki hvolp. Inniketti drepa ekki fugla, besta mál. Gott að hafa 2 kettlinga. Þeir hafa hver annan og það ekkert meira verk að hugsa 2 heldur en 1. Krúsi heldur áfram að sleppa út úr garðinum og tínast. Sífellt berast kvartanir vegna hans. Að lokum kemur alvarlegasta atviki fyrir. Krúsi sér flaksandi vettling í barnakerru. Krúsa hefur ekki verið bannað að bíta í vettlinga. Raunar var honum kennt að það væri leikur góður að bíta í vettlinga hjá krökkum. Hann stekkur upp í kerruna. Litli krakki grípur all ómjúklega í rófuna á Krúsa og þá glefsar Krúsi í barnið. Nú verður ógulegt uppistand. Krúsi álitinn hættulegur, hefur bitið barn. Við vitum raunar að þetta var eiginlega óvitanum í kerrunni að kenna. Krakkinn í óvitaskap sínum togaði í rófuna á Krúsa. Eftir þetta atvik tala pabbi og mamma þeirra Gunni og Siggu alvarlega saman Krúsa.
Þau að gefast upp á hundahaldinu. Þau ákvaða að losa sig við grey litla Krúsa. Hann geldur þess nú litla krílið og hann var aldrei kennt hvað má og hvað má ekki. Hann lærði aldrei að hlýða reglum. Nú öllum í nöfið hann einfallega vegna þess að hann óuppalinn. Hann hefði þurft góðan aga frá upphafi, góðan ákveðin húsbónda. Hundar hafa svo gaman af að gera húsbónda sínum til hæfis. Þeir vilja skilja til hvers ætlast af þeim. Krúsi ekki illa gefin. Það eru eigendurnir sem eru heimskir. Dýr ekki leikfang. Dýr eru lifandi veru með tilfinningar og þrár og þarfir og áskapaða náttúru sína. Það ekki Krúsa að kenna hvernig fór. Það hægt að henda golfkiljum og snjóþotum, hjólaskautum og skíðum, reiðhjólum og fótboltum út í bílskur þegar maður leiður á því, en með hund gegnir öðru máli. Hann lifandi vera. Siggu og Gunna sagt að nú verða að láta Krúsa fara upp í sveit, en í rauninni var farið með grey litla Krúsa til dýralæknisins. Það sorglegt að svæfa dýr. Þau sprautuð deyfilyfjum og svo banvænum efnum. Dýrin þjást af kvíða, af hræðslu, þau finna að þau hafa verið svikin. Þau þjást af kvölum í dauðastríðinu sem getur tekið langan tíma í fjötrum hjá lækninum. Yfirgefin, vinalaus, svikin, kvalinn til dauða af eitri. Ég vil að þið skiljið það ábyrgð sem því fylgir að vera maður og að maðurinn hefur það fram við dýrin að geta hugsað rökrétt. Dýr geta lært, þau geta elskað, en þau geta ekki farið út fyrir áskapaða náttúru sína. Þess vegna berum við, vitiborni menn, ábyrgð á öllu sem lifir og öllu í heimi hér. Höggin úr smiðju Viffúsar jöfn og þung benda til að einhver furðuhlutur úr járni sé að verða til þar inni. Tóa kyrr í garðinum fyrir utan gamla húsið sem brátt mun hverfa því það fyrir samkvæmt skipulaginu. Tóu líður vel, hún róleg og örugg, hún veit hvað hún má og má ekki. Hún var svo heppin að fá ákveðið uppeldi.